Þetta sem sagt yfirferði yfir próf frá 2015 og hérna eru fyrstu kroppsafsspurningarnar. Fyrsta hérna, hvað eftirfarandi er rétt þegar talað er raunviðnám, spólu og þétti í raðtengingu. Það undirstrikað hérna raðtengingu því að það skiptir máli hvort þetta er raðtengt eða eitthvað annað. Í raðtengingu þá er 180 gráðu milli launhluta spóluspennunar og þéttispennunar. Það er það sem er rétt í þessu hérna. Ok, önnur spurning. Hvað eftirfarandi er rétt þegar talað er raunviðnám, spólu og þétti í hliðtengingu? Hér er hins vegar einhver tímamunur á milli straumsins í viðnámi, spólu og þétti. Það er fyrst fasvik á milli þessara strauma eða tímamunur milli straums. Þetta er í rauninni að sami hluturinn. Ok? Síðan í 3. Þegar þéttir er hliðtengdur við spólu þá köllum við stundum að þéttirinn framleiði launstraum fyrir spóluna. Vegna þess að þá þurfum við ekki að taka launstrauminn frá spennugjáfanum eða netinu, heldur kemur launstraumurinn frá þéttunum fyrir spóluna. Það er rétt í þessu. 4. Þegar 3 þéttar eru tengdir við 3 fasa skálmhúsmótor þá breytist fasvik mótorsins ekki neitt. Mótorinn er alltaf óbreyttur. Hins vegar einhver við launstraum frá neti og það er vinna þá afltap í köplum og slíkt. Tilgangurinn er í rauninni sá þegar við erum að leiðrétta fasvik er að minnka straum í köplum, minnka þess vegna afltap í köplum. Þegar við erum bara að draga raunstrauminn þá minkum við það við séum að fara með einhverja óþarfa launstrauma sem að valda töpum. Ok, þá er 5. Spóla er tengd við 230 V spennu og tíðnin 50 rið. Hvað gerist ef járnkjarninn er tekinn úr spólunni? Já. Já, spanviðnámið það minnkar verulega vegna þess að segulleiðin í kjarnans minnkar gríðarlega mikið. Það er sem sagt járnkjarni, hann hefur mikla segulleiðinni og þess vegna verður minnkar sjálfspanstöðullin gríðarlega mikið og þar af leiðandi verður spanviðnám miklu minna. Akkurat. Það er rétt að svarið við þessu. Svo skulum við fara í dæmi 6 og þið eru búin að reikna þetta. Við erum með 100 ohma raunviðnám sem er raðtengt við spólu. Afl hennar mælist 8,8 watt og straumurinn er 0,468 ampere. Spennan 230 volt, tíðnin 50 rið og hérna er rásinn teiknuð ásamt straum og spennumælum og heildarfasvik rásannar, það var fundið með því að leggja saman raunviðnámin og deildu með heildar sýndarviðnáminu, setja heild og það gerðum við hérna, en við þurftum að finna út, já, hérna er setja heild, það er 230 deilt með strömmum, spenna deilt með strömm og raunviðnám spólunar er reiknað út hérna út frá aflinu deilt með strömmnum í öðruveldi, það var 40 ohm og þá leggjum við raunviðnámið, það er 100 ohm, leggjum við RL sem er 40 og deilum með heildarsetunni, þá fáum við cos phi heild 0,285
og fasvikið er þá 73,4 gráður, hildarfasvik, og síðan var að reikna út, já, auðvitað hægt að reikna þetta líka út frá aflinu, það er sýnt hérna og það er sama niðurstöða, 73,4 gráður, og síðan er beðið fasvik spólunar og þá finnum við út sýndar viðnám spólunar, ZL, þá er þannig að við getum sett hérna, við getum reiknað út launviðnámið út frá, við vitum fasvikið, XL, út frá setunni og XL er þá 471 ohm og setjum það í annað veldi pluss raunviðnám spólunar sem er 40 ohm og notum Pythagoras-regluna til að finna út setu spólunar og þá getum við reiknað út fasvik eða raunafstöðu spólunar fyrst, 40 deilt með ZL, 472,7 ohm og þá fáum við raunafstöðu spólunar og reiknum síðan fasvik spólunar, 85,1 gráða. Nú, þá er það dæmi búið, þetta var bara til að tékka á hvort allar stærðirnar væru réttar, bara svo þið sjáu þetta og þetta sýna öll spennuföllin og þetta tékka á því hvort að heildarspennan passi. Þetta er bara gert til þess að athuga hvort að dæmi sé með réttum gildum. Ok? En þetta er ekkert sem þið þurfið að gera í prófunu, þetta er bara fyrir okkur að tékka á því hvort að dæmi sé rétt. Síðan að dæmi 7, þér er spóla og raunviðnám er hliðtengd, straumur í spólunni 0,5164 ampere og spannstöðullin er 1,4 Henry, það er semst ellið. Það er formúlutáknið L fyrir þetta, 1,4 Henry og raunviðnámið er 350 ohm, spennan 230, tíðni 50 rið og við þurfum að reikna af spólunar. Getum við það alveg strax? Væntanlega ekki, við þurfum að finna fyrst út RL-ið en við getum reiknað út ZL til dæmis og við getum reiknað út XL út frá spannstöðlunum sem er 1,4 og XL er þá 439,8 ohm því við erum hérna með XL, tveir písunum tíðnin 50 rið sinnum L-ið sem er 1,4 Henry og þá getum við út frá spennu og straum getum við fengið ZL því að við erum hérna með hliðtengingu þá er spennan alltaf svo sama yfir allt saman þannig að það getum við fengið ZL og út frá þessu þá getum við reiknað út raunviðnám spólunar, RL, af því að við erum búin að reikna út XL-ið og ZL. Og þá notum við Pythagoras-reglu til að finna út RL. RL-ið er sama sem ZL í öðru mínus XL í öðru, og það gerum við hérna. Og þá fáum við það að RL-ið er 70,4 ohm með 10. Síðan getum við reiknað út frá straumnum í örveldi sinnum raunviðnám spólunar aflið.
þá getum við fundið hérna raunafl, stöður spólunar, KOSFI 70,4 Ohm deilt með ZL sem við vorum með áðan og við fáum það að fasveikið í spólunni er 80,9 gráður. Þegar við vitum það, þá getum við reiknað raunhluta straumsins í spólunni og launhluta straumsins í spólunni. Og svo vitum við náttúrulega strauminn í viðnáminu með því að stærð viðnámsins var gefin upp. Og þá getum við reiknað heildarstrauminn. Leggjum saman raunhlutana fyrst. Raunhluti straumsins í spólunni pluss straumurinn í raunviðnáminu. Það er lagt saman beint. Sett í annarveldi pluss launhluti straums spólunar. Og þá fáum við heildarstrauminn sem er hérna 0,8976 ampere. Og þá getum við reiknað út heildar raunaflstöðulinn, leggjum saman raunhlutastraumana og deilum með heildarstraum. Og raunaflstöðull í heild er þá 0,82297 og heildarfasvikið er þá 34,6 gráður. Nú var beðið heildaraflrásarinnar, reiknaðu heildaraflrásarinnar, það var D-liðurinn hérna, skoða það næst. Heildaraflrásarinnar er þá hérna. Við tökum fyrir fyrst viðnámið, raunviðnámið. Það getum við reiknað út aflið í því, það er straumurinn í öðruveldi sinnum viðnámið, 350 ohm. Það er 151 watt og síðan aflið í spólunni, það var reiknað áður 18,8 watt munið hérna, 18,8 watt hérna og leggjum þetta svo saman og við fáum 151 pluss 18,8 sem gera 169,8 watt í heild. Ok, þá er það komið. Svo eigum við að teikna rás með þétti til að minnka fasvikið. Og við höfum að reikna stærð þéttisins hreinlega til þess að upphefja fasvikið. Þá þurfum við bara að athuga að við þurfum að hafa sama launstraum í þéttinum og spólan tekur, þannig að þéttirinn í rauninni er þá að gefa spólunni þann launstraum sem hún þarf að halda. Sem að var, við vorum að reikna launstrauminn hérna áðan, laun, það var straumur spólunar sinnum sínusinn af fasvikinu, sínus á 80,9 grám, hann er hérna laun 0,5099, 0,5099, það er þessi hérna straumur, passar. Og þetta er þá straumurinn sem við þurfum að fá frá þéttinum til þess að við segjum að þetta gefa spólunni. Þannig að þessi straumur flakkar fram og tilbaka milli spólunar og þéttisins og við þurfum ekki að fá þennan straum frá netinu. Þannig notum við þéttin til þess að leiðrétta fasvikið frá framgjáfanum. Og þá reiknum við út hvað þarf þá laun viðnámið að vera. Þá er það spennan deilt með straumnum sem að fer í gegnum þéttin. Launvinna þéttisins er þá 451 ohm og þá reiknum við út stærð þéttisins. Þá er það formúla 1 á móti 2000 pi sinnum F tíðnin 50 sinnum XC í þessu tilfelli 451 ohm hérna og þéttirinn hann þarf að vera 7 mikrofarad. Og hérna sjáum við svo straumvektoramynd af rásinni. Hérna er raunstraumurinn í raðtengda raunviðnáminu og hérna hefur við raunhluta straumsins í spólunni, heildarstrauminn og
IL straumspólunnar og spennan hérna sem viðmiðun á sama ás og raunhluti straumsins. Já, ok. Síðan síðasta dæmið í þessu prófi hérna. Þá erum við með 3 fasa skamhlusmótor. Hann tekur 30,5 ampere við fullt álag við 408 spennu. Raunastöðull hans 0,8, tíðnin 50 rið og við ætlum að vera með 3 stjörnutengda þétta, Y-tenging, það stjörnutenging, við mótorinn til að upphefa fasvikið. Sem sagt, cos phi þá 1 eða fasvikið 0 gráður. Og hvað þarf þá hver þéttir að vera stór? Það er ágætt að teikna mynd af uppsetningunni. Hérna mótorinn. Hér hann gott spennir eða rafali eða eitthvað slíkt. En við ætlum að stjörnutengja þéttana, það er gert svona. Og við þurfum þá fyrst að reikna út hvað launstraumurinn sem mótorinn tekur við þetta. Við erum með 0,8 raunafstöðul og við erum með straumin sem mótorinn tekur 30,5 ampere og setjum það hérna inn. Sínus af 36 gráðum sem við fáum út frá því að setja cosínus fyrsta af 0,8 raunafstöðulinu. Þá fáum við að við erum með 36,87 gráður hérna. Tökum sínusinn af þeim, sinnum heildarstraumur mótorsins 30,5. Þá fáum við að það er launstraumurinn sem við þurfum að fá frá þéttunum. Þannig að til þess að leiða þetta fasvikið að fullu, þá þurfum við að fá þennan launstraum frá þéttunum. IC er þá rauninni sami straumurinn og launstraumur mótorsins 18,3 ampere. Þá þurfum við að reikna út launviðnám þéttisins. Þá segjum við, hver þéttir, hvað hefur hann háa spennu? Við erum með 408 spennu, það er heildarspennan, en við erum með fasaspennu yfir þéttana. Fasaspennan er þá 238 eða 400 deilt með rótina 3 og það er 230 volt og hérna þá fáum við svona deilum með IC, þá fáum við launviðnámið í hverju þétti 12,57 og það setjum við inn í formúluna. Deilum með 2 pi sinnum 50 og deilum sinnum 12,57 og stærð þéttisins er þá 253,2 mikrofarad. Og þá erum við búinir að fara yfir þetta próf. Og þá segjum við þessa upptöku lokið.